Já, þessi nefnd sem að forsætisráðherra skipaði til þess að fara yfir skuldamál heimilana, lánamál heimilana, hún góð og gild og þetta mjög gott framtak þótt að maður hefði viljað sjá ákveðna hluti setta strax í lög á undan ýmsu sem hefur verið gert. Og það eitt sem að ég vil kannski krítisera við skipun þessara nefndar að það engin fulltrúi frá hagsmunasamtökum heimilana í þessari nefnd. Það hlýtur að vera mjög undarlegt og sérstaklega þegar Framsóknarflokkurinn þarna að stýra af því að ég man þegar ég var í stjórn hagsmunasamtaka heimilana þá var Framsókn mætt til okkar og vildi gera allt rétt sem að hagsmunasamtökum heimilana voru að tala og voru sögðust vera mjög hlynt okkar tillögum og því sem við vorum að leggja fram. Þess vegna hlýtur maður að velta fyrir sér af hverju skipaði forsætisráðherra ekki fulltrúa hagsmunasamtaka heimilana í þessa nefnd. Og það verður nú að segjast eins og að það situr trúverðuleika nefndarinnar aðeins niður. Og þessi nefnd virðist reyndar að vera að vinna úr einfaldlega því að þessi verðtryggingaglæpastarfsemi gengur ekki upp. Það ljóst að þeir sem hafa stundað þessa starfsemi, sérstaklega þá náttúrulega ríkisaðilar eins og Íbúðalánasjóður og þeir sem stýrt að ríkinu og þá ríkisbankar meðan allir bankarnir lentu í eigu ríkisins á ákveðnum tíma sem að gerir verðtryggingaglæpin miklu alvarlegri af því hann framkvæmdur og studdur af ríkisvaldinu. Og til dæmis eru flestir dómarar landsins frá héraðsdómi upp í hálfvita rétt að þeir hafa gert sekir að dæma verðtryggð lán lögleg sem þýðir að þeir eru allir, hver einn og einasti sekir glæp. Þeir hafa tekið þátt í glæp sem að verðtryggingin Glæpurinn brot á mannréttindum, glæpurinn brot á sáttmála þrælahald, meira að segja. Og allir sem hafa tekið þátt í þessu að dæma verðtryggingu, að beita henni með ríkisvaldi, að þeir eiga heim í fangelsi. Ekki í korter hjá lögfræðistofunni sinni, heldur í löngu fangelsi. Þetta eru glæpir á landráðavísu og þá ég ekki að tala þetta skrýpó sem að landráðadómstóllinn var síðast. Landráðadómstóll þarf að vera skipaður af almenningi, fólki í landinu. Ekki fólk úr háskólasamfélaginu sem allt meira og minna involverað í þessa glæpastarfsemi. Þannig að þessi nefnd jákvæð og neikvæð. Hún jákvæð að því að það verið að reyna að gera eitthvað. Það náttúrulega jákvæð. En hún kannski neikvæð að því hvernig hún sett upp og hverjir eru þarna fulltrúar. Til dæmis þarna ágætu manni stungið inn, hún Vilhjálmi frá Akranesi, en hann hefur bullandi hagsmuni af verðtrygginguna, hann líka í forsvari fyrir lífeyrissjóð, þannig í raun hann hálf óhæfur líka. Og ég hef nú margoft bent á það að lífeyrissjóðinir okkar eru allir galtómir og ef þú vilt finna spillingu, klíkukapitalisma, skipulagða glæpastarfsemi, rannsakaðu lífeyrissjóðun og starfsemi þeirra undanfarin 30 ár. Og fólk orðið, almenningur sennilega orðin svo þreyttur á því að vera undir þessu stanslausa ofbeldi, en fólk virðist einhvern veginn bara orðið samdauna þessari glæpastarfsemi. Og það verður að kalla hlutina réttu nöfnum. Fyrsta sem maður þarf að gera til þess að vinna sig út úr vandamáli að viðurkenna vandamál sitt. Og íslenska þjóðin þarf að viðurkenna vanda sinn til þess að einhvers konar réttlæti geti farið að fæðast fram.